segjum að nú hefur maður nú heyrt til þín og ykkar að þið ætlið að vera svona mikli vinir í þessari kosningabaráttu og allir að þið að vera vinir og ekki vera að tala neitt illa annað fólk og svona. Er þá ekki hætt á því að tapa í stríðinu? Þetta ekki alveg rétt að við sem að segja, sko það ekki að krefjast þess að allir svo vinir. Fólk vinir en það vinir. Við erum ekkert að biðja það að allir í pólitík færi saman í sumarbústaðaferð. En við erum að tala að fólk beri virðingu fyrir hvert öðru. Og þið hafið lagt það til já, við gengið út úr því eins og maður gerir bara í daglegu lífi. Maður alltaf að hitta fólk sem ósammála og það ekkert allir vinir mann sem maður hittir en maður ekkert ókurteis við þá þó þið sé ekki vinir manns. Nei. Maður reynir að bara vera samt vinalegur. Vinalegur, Sýna lágmarks kurteisi. Já, nákvæmlega. Ég tek heilshugar undir það, sko. Ég reyni það alltaf. Ef þú færð eitthvað á mótið sem óvinalegur og þá ert þú kurteis við hann? Já, ég reyni svona, ég reyni að kynna kurteisi. Sem option. Við getum líka átt svona vinsamleg samskipti sem ég ekki alveg sammála. Þú þurfum ekki að vera vond eða dónaleg. Nei, það fáránlegt að vera dónalegur við eitthvað sem maður ósammála. Og sérstaklega í pólitík, vegna þess að eitthvað sem þú gengur út frá í pólitík að það eru misjafnar skoðanir fyrir hendi. Og þannig að sem við erum að segja við erum svona frjálslyndur flokkur sem að viljum gera gott úr því að fólk hafi ólíka skoðanir. Og reyna, fólk mætist með ólíka skoðanir og sýnir hvort það eru kurteis þá kemur örugglega góð lausn. Já, það gerir Monty Python á sínum tíma. Já, það gerir maður í hljómsveitum. Nákvæmlega, í hljómsveitum. Sigurður þekkir það. Ég þekki það. Já, og þú þekkir það?